Verið velkomin hérna til leiks. Brynjólfur Páll heiti ég, að leysa af Jóa. Hann forhaldlaður í kvöld og með mér hérna í kvöld að sjálfsögðu Hreggviður og Ingibergsson. Ég góð. Og það voru einhver tækni vandamál hjá Vodafone. Þeir eru ekki að ráða þetta álag, þetta náttúrulega hitamál þessi keppni. Þetta verið eitthvað brætt kerfi hana hjá Vodafone. Velgós. Þannig að það var bara að vera búið til lobbyið. Við sjáum það að menn eru að melda sig inn. Agnar er komið þarna, Davíð Adams á vafferinu sínu, Ingi mættur til leiks. Þetta Gunnar Ágústsson að sjálfsögðu. Það er engin út á braut, þannig að raunur allir bara að hafa þennan, bara svona bjóða allar velkomna. Þetta er 7. umferð úrvalsdeildarinnar vorið 2025 og við erum stödd hér á Brands Hatch í Englandi. Þetta er braut sem er til í raunveruleikanum og það er nú svona, svo við hefum heyrt og séð hérna síðustu 2 daga að menn eru að keppa í úrvalsdeildinni, sést í opnu, annari og fyrstu. Og það er svona love-hate tilfinningar hjá fólki á þessari braut. Hvernig líður þið með þetta, Haukur? Með það sem ég er búin að fylgjast með það sem þeir eru búin að æfa sig, þá verður þetta alveg geggjað, sko. Það er alveg, þetta verður tætt. En ég finnst þetta mjög skemmtileg braut. Já, það tekur undir það. Mér finnst hún æði. En það tók mér nokkra tíma að fara út í að virkilega hata hana yfir í að finnast hún æði. Já, ná hringunum. Þetta er bara flott. Nei, heyrðu. Það er búið að gerast aftur að rússinn er komin inn til Gunnars. Það er einhverjir tækniörðuleikari sem við sjáum, kæru gestir. Við þurfum bara að hafa krosslaða fingur. Við ætlum bara svona að halda þessu opnu tjattinu. Okkur skilst að Vodafone liggi niðri sem Gunnar Ágústsson er áskráði hjá. Það virtist vera að komast í lag en við sjáum það. Það er kannski ekki alveg búin að laga þetta. Spurning hvort að chat geti komið með einhverja ástæðu fyrir að neti sér niðri og má bara koma með vitlausa ástæðu. Já, hérna komið að Jói mun hósta keppnislabbið. Það er að segja að það gæti orðið súrt epli fyrir þá sem eru hjá Vodafone kvöldi í kvöld. Tækniörðuleikar gætu, ég veit ekkert um það hjá hverjum keppendur eru áskrifendur hjá. Þetta verður áhært að fylgjast með því. Gunni er allan á þar, við vitum það fyrir víst. Þeir voru nokkri sem dutt út á hann allavega, þannig að það er... En það voru allavega 10 áðan í æfingarlobby sem voru að bíða svolítið eftir að þetta myndi lagast. Ég held að við getum sagt svona með einhverju vissu að það væri líklega að minnst kosti 10 manns á braut. Hérna er þetta komið. Við erum komið hérna, við vorum bara að fara inn til Jóa. Jói, sjáum við það. Við erum að koma hérna inn í lobby sem verður þá okkar keppnislobby. Við vorum svolítið að bíða eftir að Gunnar Agnarsson myndi það var start þessu. Ekki verið það. Og það er eiginlega spurningum, Jói er þá að stýra þessu. Við vitum þá ekki alveg hver það er eitthvað búin að trufla tímasetningarnar, þessi vandamál. Eru komnir kannski, ég trúi nú alltaf að þessi farið beint í qualifying. Menn eru ennþá bara að koma sér inn í lobbyið. Nei, það var smá undirbúningur og svo byrjaði þetta. Ég veit ekki hvort það heyri í mér, hvort það væri, ég myndi finnst bara eðlilegt að hafa 10 að 15 minna svona markar. Já, það er verði bara smá töf. Já, það byrja 20-30 mínútur. Já, það er nú bara eftir 2 mínútur held ég. Það er ekkert að tvínóna við þetta. Það er Arnarfreyr með ástæðanum fyrir þessu. Það er einhverju iRacing sem er öfundsjúkur út í Gunna að vera að haka. Einhver húsneskur iRacing. Það sjá Agnar, það þurfa að vera svolítið hugrakkir á þessari braut. Það þarf að láta sig slæta vel inn í sumabeygjunar og þarna er nú einhver í sandinum. Þetta Ívar. Ég er hérna vel vopnaður í kvöld, ég er með lyklaborð. Ég get bara hoppað. Sko. Sérðu minnstjórn? Þetta er æðislegt, það þarf ekki alltaf að hoppa á milli keppenda sko
einu fættur öðrum. Það hjálpar okkur að finna lætin, finna aksjónið, mikið hraðar en ella. Þeir eru að vinna á, þannig að það vantar nú ekki. Það er 5 mínútur í keppni. Já. Þetta verður skemmtilegt kvöld eins og ávallt. Þetta er alltaf gott TV, finnst mér alltaf gott sjónvarp. Skemmtileg bílar á þessum braut líka, það er mjög tætt, það er ekki alveg örugt. Já. Bara út allt. Og það ræðum líka þessa bíla, þessi Mastercard, við erum ekki stattir hérna, þessi hefðbundu, við erum alltaf verið að keyra á GR3 eða GR2 svona hefðbundi í gegnum tíðina. Nú erum við að taka Mazda Cup, Mazda, hvað heitir, Mazda MX. MX-5 ekki, já. Já, og þetta eru raunveruleika bílar, það má segja að þetta eru, menn er að keppa á þessu bílum, í alvörunni svona fyrir áhugafólk eins og okkur, þá þetta bílar sem alveg fýsilegir að keppa í, þetta leigja sér svona bíl og taka þátt í kapastri á Silverstone og ýmsum brautum. Og þetta sko í gær þá var mikið bíla milli manna. Því miður, það gerði það svona aðeins minna spennandi í gær, en það sem þessi bílar hafa sem gæti gerst sem við erum ekki vanir, það er þetta dirty air. Það er ekki til staðar á þessum bílum. Nei, ég sá það á æfingun á hana, þeir voru alveg í skottinu, sko. Þeir gátu léttilega eld. Og gæti orðið áskrift af mjög skemmtilega keppni. Og þeir eru líka á sports medium og sports hard segi, þannig að það er ekki race. Einmitt. Ekki slikkarnir, dekkin, þeir slæta svolítið vel hérna, maður sé það. Heldur betur. Svo er spurningum sko, ekki orðið klassík að menn biðja spá. Jú, við þurfum að fá spá hérna fyrir tímatökur, 1., 2. og 3. og tíman á, þarna kemur þetta, Alex Þór er búinn að setja þetta upp, við bara hermið eftir uppsetningunni og algjörlega. Komum spá, ég fylgist vel með ykkur og það eru þetta stóru velun. Og vinnur þetta. Það egoði alveg bólnar út, það verður velun, í kannski halvan dag til 1 dag, það eru velunin ekki. Það er einn hérna sem er búinn að vinna þetta sko, bara ég veit ekki hversu eftir rauðan, Hilmar. Það er Hilli. Og það búið að skila sér ykkur? Já, hann er hann á að vinna sér inn í myndband af Jóni að éta sokka. Ef hann næri sér einu sinni viðbót, þá fær hann það. Herri, við erum hérna, ég er aðeins að rúlga, það er 12 mennabraut. Það er... Vantar 2. Vantar 2. Ég sé hérna að Ási Ástvaldur verður ekki með. Það er ekki nógu gott, en það er bara svona stundum. Já. Það er ákvæmt að sér hérna, ég er að reyna að hafa svona nærmynd af bílunum, þetta er skemmtilegt. Það sjáum við líka alla sponsorina, það er kannski alveg upplagt að renna yfir það núna, svona það er rólegheit, það kemur líka fyrstir hringur í kvóli eftir smástund og ég ætla bara að byrja að lesa bara á bílana, það er ekki bara svolítið skemmtilegt múf. Það hljómar vel. Við sjáum hérna GT Akademíuna, ég sé MS mjólkursamsöluna og ég sé mér syns það vera Two Brothers Racing. Og það er Búlan, það er Autocenter, það er Verkfræðistofa Reykjavíkur. Það passa með að gleyma einhverjum sko. Já, jú. Það er svo skemmtilega bara að lesa þetta á bílana sko, á bílunum. Já, það er Classic Detail og þarna er Craft Day. Svo erum við Dogobit. Þetta er allt sponsorar, við skiljum þeim góða þakkir. Og við erum með náttúrulega Lavasjó, síðan þarna. Það er ég mun aðtuga hvort ég gleymi einhverjum, ég vona að ég sé ekki að því. Eins og ég er bara að reyna að lesa af húttunum. Verkfærasalan og... Verkfærasalan, já, vel gert. Og það er alltaf Yamaha. Verkfærastofa Reykjavíkur. Það var kannski komið. Já. Nú er tímatakkan að byrja eða ekki? Jú. Og þetta er svona...
hvað var tíma í æfingunum, 1:37 eitthvað. Nú kemur í ljós hver hefur þið að vera fljótir að koma með spá þessum að vilja vera með í því. Það er nokkri komnir inn, þannig að Og það er Jói sem er fremstur í flokki. Og þetta er ég ætla að setjast aðeins hérna borð. Ég ætla að fara hérna, þannig setja hlið hérna. Ég ætla bara að fara á hjálmamyndavéla að sjóa. Þetta er svo tæknileg braut. Og það er gras alls þar. Hún er mjó brautin. Hún er á sleipudekjum. Að það er brútal að fara út af. Það er brútal. það var sko létt að fara refsingar þetta sýndir mér líka. Já, það er þannig. Það er líka eiginlega svona léttar að fara út af. Já. Það er svona rétt. Menn er að kötta Apexin og það getur truflað balansina svolítið í bílnum. Og menn ég reikna með að menn taki svona 1 öruggarhring, 1-2 öruggarhringi, svo láta menn flakka ekstra. Við erum að koma fullt að spá með inn. Eiríkur og Grétar, er þetta fyrir reysið eða er þetta bæði tímatak og reys? Bara nú fyrir mig. Hérna er bara Jói að fara að hefja heita hring. Þarna fór þessi beygja hérna, fór illa með mig, fyrstu 3 hringina. Ég náði einhvern veginn, var ekki búin að æfa mig nægilega vel og því ég var í traffík, þá misti ég bremsufótana. Raklegis út af. Já, ég fór 3 út af fyrstu 3 hringinum. En svo náði ég mig svolítið svona, þetta var ég ekki með neina traffík, og náði að keyra mig upp í 8. sæti úr 12. Ég var svona sæmilega sáttur við það, svona, að endanum. Já, svona með að við, þá var það nú bara heldur góð. Já, ég segi það sko, já, það hjálpaði mér sérst. Ég náði að æfa mig í klukkutíma fyrir keppni en ekki í traffík sérst. Það leiði ég var með bíl fyrir fram mig, þá væri ég ekki alveg pottþéttur á bremsufótunum. Já. Getur blindast. Já, og það er það sem gerist. Við sko bara alltaf Jóa, hann setur að vera fyrstur til þess að klára heita hringa, hann setur svona markarinn. Þetta jafnar leikinn þegar allir á söma bílnum, það er engin með neina hestafla forskot, það er engin með bíl sem henta betur en aðrir fyrir þessa braut, það er allir hérna jafnir í kvöld. Já, það er ekkert meira upptóð í starti eða... Og mér finnst það alltaf skemmtilegt. Ég enda að sjá í Skandinavíu keppninni sem vel á minnst Gunni og Jökull og Óli og norskari broth eru búin að vera bara stolt Íslands, standa sig þrjusövel eftir 2 umferðir. En sjá hvað Jói gerir, 36. Jökull er búin að bæta það. 36, 8, 1, 8, helviti gott. Já, Haukur Ingi í 3. Hvað gerir Ingi? Já, fyrir 3. Dotti, hann heldur í 7. Ívar, fyrir 4. Vel gert. Hvað gerir Gunni? Hann var heitur, hann stóð sér vel. Hann veit að þessi menn náttúrulega að leggja sér mikið tíma að æfa sig. Hann er í 9. Og það getur verið erfitt að Maggi fyrir 7. Oj. Jökull er að taka aðeins 0,357 efst á næsta mann. Ívar er nálægt. Þetta á eftir að ríðfalla hérna bara. Já. Jói er sanninn 3. Það er allir búin að taka sér heita hring. Hækka í mér, segir hann, ef þú ert í... Já, endilega láta okkur vita sem að horfa. Jói á fjólblóðum. Þetta er ekki þessi klassíski annar hringur fjólblóðar, þetta er alvöru fjólblóðar og hann er komin á síðasta sprettin. Það er að gera þessi þetta, Ívar er út allt og... Ívar, já. Nei, Jói er hérna bara á fjólblóðum, hann átti bara 1 tíma sektor eftir. Sjá hvernig hann klárar hann. Hann gæti verið að gera eitthvað. Já. Og hvað gerir Jökull? Hann toppar hann. Þetta er að gerast það.
úr fallatímanir. Já. Ívar náði ekki að bæta sig. Haukur Ingi að bæta sig, hann kom hoppar upp í 5. Jóhann Ingi. Herru, hann hoppaði upp í annarsæti. Hann komið í annarsæti, já. Það er glæsilegt. Dotti, hann í 8. Hann bætti sig, en hækkaði ekki mikið að minnstakosti. Núna eru, Agnar. Nei, hann kemst ekki topp 8. Jóhann Ingi Maggi. í brautinni svo Maggi Ingóls. Það er ekki verið að hoppa. Davíð Adams. Förum hérna efripartinn. Nei, hann bætti sig en ekki. Það er mikið til þess að blanda sér topparöttuna. Hann á 4. Eftir 2 sektora. Jóhann Ingi að keyra þrjusrættin. Óla, hann slætar hann svolítið mikið hann Ólafur. Við höfum búin að þekkja þessi Norskjaldbroð hingað til. Skandinavín. Hann í branda sig. Já, það er svona, hann var átt að taka þátt í alþjóðlegri keppni. Hann er komin í bætingun 3,500. Það er líklega ekki nóg, hann er að bæta sig samt, hann fer örugglega eitthvað einhver sæti. Hann er að bæta sig 0,3, 0,4. Hann er væntanlega að fara að gera allavega topp 3. Ekki að jökli held ég, en gæti komið sér upp topp 3. Og þá var komin í 3. Komin í 3. og Jóhann Ingi að koma inn, hann er búin að keyra mjög rætt þennan hring. Nær ekki. Jóhann Ingi ennþá í öðru, hann bætti sig, hann náði ekki. Kom ekki alla leið. Jökull er með 0,35. Betri tíma, Ívar bara bæta sig, en það skipti ekki sæti. Agnar, hoppar upp í 7. Já, það er alltaf gerst hérna. Við höfum að hækka í mér ef það er. Hækka í þér? Já, eitthvað látt hjá mér. Ég veit ekki hvernig ég á að fara því. Ekki, ég getur að þú hækkir í þessu bara í partíinu. Herðu, já, þá þarf ég bara að gera það. Þá hefur árið á útsendinguna, en það verður bara að hafa það. Ég held að ég geti ekki reyndar, sko. Þú verður að fara í mic level. Já, skal ég sjá það, fyrir ekki? Þú verður að mic level. Ég er að æfa mig í replayinu. Hvernig var þetta? Þetta er ekki. Já. Það er ekki að æfa sig hérna eins og þeir. Jökull var að bæta sig. Bætir við ekki 0,05 bæting cirka. Ólafur bætir sér líka. Ólafur Einar, Norskjaldbroð. Það er svolítið að þéttast pakkinn. Hann er ekki allavega Jóhann Inga, hann munir bara 0,03. Þetta er rosalegt. Þetta er rosalegt. Þegar við spurum Eirík Inga tæknistjóra, er bara að hækka þessi mér? Lagaðist þetta eitthvað með mér? Það hljómar að, mér finnst ég heyra að minnst ástu betur í þér, vona að skýra sér til YouTube. Gunni Agga bæta sig, en það skilar hún ekki topp 8. Ég er eiginlega hérna aðeins að kíkja á neður helmingir svona, sjá hvernig stemningin er. Hérna Agnar í 8. 137,5. Tæpar. Hann er ekki að bæta sig. Þetta er svona, þetta er svolítið sko. Nei, Jóhann Ingi búin að snúa bílum, hann er farin inn í bet. Já, það er sko sagt ég hef heyrt að stundu tala það sko, og mér finnst það eiga við, það sem hann segja sko fast is slow, smooth is fast á þessari braut. Já, það er. Og skilur hvað ég við sko, þetta er svo. Ef þú ætlar eitthvað að gera of mikið, þá slæta bara bíllinn. Herðu, Ólafur,
Hann er bara Einar á síðasta Nosker hring. Broð. Þetta er Hann fær einn magnað. auka hring. Næs. Jökull, Nei. hann er ekki að bætingu, en annars er nú gerst að menn bæti sig. Já, hann er, ef eitthvað getur fundið tíma þá var það hann svo sem. Hann hefur sýnt það í vetur. Jóhann Ingi er búinn, hann í 3. setinu. Já. Ólafur, hann er að bæta sig ennfrekar að reyndar á fyrsta sektor. Það er mikið eftir. Jökull, hann er ennþá á neikvæðum 0,17 og hann er að farið. Já, hann er að fór það. Hvað gerir Jóhann? Hvað gerir Jói Egils? Hann er svo sem eini sem held ég er þarna. Ívar er búinn. Já, þessir mennir er á síðasta hring. Jói, sjá hvað næsti tímasektor segir. Ég held ég var að missa því. Nei, hann er ekki að bæta sig. 0,7 verri en sem bestur hringur. En hvað gerir Ólafur? Ætlar hann að hamra þetta heim? Mér sýnist að vera búinn að hægja á sér. Hann er síðasti maður á braut á heitur hring sem gæti hugsað að bæta sig. Fylgjum við hérna yfir markið. Og maður þarf að vera svo hugrakkur í þessum beigjum. Bílinn er að slæta og hann var stundur bara krosslaði fingur að dekkin grípi. Þetta er alvöru maður. Ólafur og Jökull. Ólafur fyrsta, Jökull í öðru. Þetta er glæsilegt. Þetta er alveg magnað. Ólafur eini undir 1.36. Hann var að brjóta 36 búrin. Er ekki rétt? Freyr Geirsson var með þetta rétt. Hvað var langt? Hvað munaði miklu? Hann setti spanna Óli í fyrsta, Jökull í öðru og Jóhann í 3. og tíminn er 1.35.683. Það getur ekki verið nettara. Kíkjum hérna aðeins yfir stöðuna. Niðurstöðunar. Það er Ólafur Einar Þorbergsson. Glæsilegur akstur. Þetta að brjóta 1.36. Ég held að enginn hafi náð því í neðri deildunum. Ég held ég farið með rétt mál. Jökull, ekki langt frá því. Þetta er alveg magnað. Herra sjó. Herðu, í Alex Þór var með spanna í tímandökunni hérna Óli Jökull Jói Egils sem setti tíman. Herru, þetta fór, það var resettaði lobby eða hann það fór niðurstaðan. Niðurstaðunar hörru, ég er ekki að stýra lobbaðinu, þannig að ég byrst velvingar, kæru gestir sem heimasæti. Ég náðu ekki að fara yfir þetta í taka tíð. En svona ég held að það var nú alveg á hreinu. Voru ekki með að fylgjast með. Það var Ólafur, það var Jökull, það var Jói Egils. Það var Jóhann Ingi. Jóhann Ingi, já. 3. og Jói Egils í 4. Já, 4. og 5. var... Já. Herðu við þið. Arnar að segja að ég hef verið full graður að skipta hana. Og það var ekki bara takk undir það. Ég get séð þetta, ég er einnig með keppnina eins og eftir á í útsendingunni, en ég get séð hvernig þetta fór eða. Þú mátt alveg renna yfir það. Ég er hérna. Þetta fer að detta inn. Já. Ég er aðeins og undan hérna. Og íti bara pásu á útsendingunni. Hérna kemur það. Það er Ólafur í fyrsta, Jökull í öðru, Jóhann Ingi í 3., Jói Egils í 4., Ívar í 5., Ingi í 7., Haukur Ingi í 7., Agnar í 8., Gunnar Ágúst í 9. og í 10. er Maggi Ingóls og Davíð Adams í 11. og Dotti í 12. Já, þarna höfum það kæru gestir. Það er veisla framöndan. Það er sportmedium, sporthart í boði. Verður ekki bara... Lúsfætt. Verður þetta ekki bara medium? Er þetta ekki bara medium dagur? Jú, það er náttúrulega engin skylda á lein dekk, þannig að... Það er líka svo lítill munur á bruna dekkjana. Já, hvernig er slítið ekkert meira á... Ekkert mikið meira á medium dekkjunum eða? Ég held ekki að það skipti máli. Ég held að þú ert alltaf að horfa fram á eitt pitt. Þannig að það dugar sko. Það dugar. Já.
þessi sportdekk, það hefði mátt kannski raunveru hækka, en við erum alltaf að keppa á racingdekkjum, þau eru mikið mýkra gúmmí, það er svona tyggigúmmí sem bara heiðist 1 og 3, miðað við sportdekkin, sko, það hefði raunveru það voru kosning náttúrulega, fyrir þá sem ekki vita, það var haldið kosning hvernig menn vildu haga málunum, þetta var niðurstaðan og það er bara eins og það er meirihluti ræður og þetta var lýðræðisleg niðurstaða. Menn vildu meina að keppnin er jafnari við þetta, sem bara til góðs. Já, ég meina ég ætla að fara að minnast á að bara auka brennsluna á dekkjunum. Já. Þá gæti hard komið inn í sem kostur. Ég held að þetta sé bara medium race. Já. Skilu. Kannski. Þá var þrönga á fólki að taka annarkort 1 eða 2 pitstop. En það er bara óþarfavert eitthvað eða meira púðri að ræða það. Þetta er bara eins og það er og þetta verður bara veisla, eins og alltaf. Getur á hörðum, getur þú sleppt í að pita? Ég held að bensín dugi ekki alla leið. Já, þetta verður með, já. Það hefur alltaf þurft held ég að henda smá bensíni á tankinn í öllu keppnum. Ég vonum bara að menn séu bara sömu strategi og þetta verður bara keppt á brautinni. Já, það er það skemmtilega. Ég hef alltaf haft mjög gaman á svona one-make keppnum, alls ekki sletti. Það sem er bara, það hefur ekkert með bílaval að gera, það er ekkert með það PT elskar Nissan bíla eða þetta er bara, það er allir hérna núna nú er þetta bara driver á móti driver. Já. Já, ég meit, Greta var pút. Herðu, það er bara komið, þetta er bara að fara að byrja. Ég skal fara aftar. Já, ég vil gott að vera svona 4. bíl. Ljósin eru að fara að birtast. Af stað. Það er bara nokkuð friðsælt í byrjun. Já, það var fyrsta beygjan. Hún getur verið trygg í lausum bílum, þetta er. Já, herru, þetta veist að fara nokkuð vel á stað. Það er allavega enginn komin út í mölina, enginn út í sandinn. Ekkert drama. Hyggjast með hennar fyrstu beginni. Já, mjög bróðurlega ekkið hérna hjá öllum. Það verðist ekki hafa verið neinn sætaskipti. Davíð Adams fór upp 1 að aftast, hann er komin upp í 11. sæti. Já. Já, fór upp hann misti 1 og náði því aftur. En Gíónu það, náði því aftur. Og þetta er nú Jökull í skottinu á Ólafi. Fer utanverðu. Það er erfitt hérna, ef ekki. Já, það er ekki hægt þarna. Þetta er, hann hefði þurft að aðeins verður, tekur inn að verðu, nei, hann er ekki að halda. Það var svona, eins og alltaf að reyna cutback, það tókst ekki. Og Jón Ingi búinn að ná, hann var dottinn úr slipstrinum. Þetta lofar góðu. Þetta sé vonast eftir. Þetta vona ég eftir. Þetta verður einhvern bara svolítið eins og raunveruleg keppni. Það er ekki. Sjá þetta sjónarhorn. Óli og Jökull séu að berjast þarna efsta því að þeir eru náttúrulega efstir í stigakefni. Já. Félag minnst, við kannski rennum yfir það. Það er nú oft drama svona á fyrstu hringjanum. Við fylgjumst með því að þeir. Já, Jökull er að reyna að sjálfsögðu. Hann er ekki þekktur fyrir að vera ánægður með annarsæti. Þeir eru svo sleipir þessi bílar. Vel er þetta flott. Óli í varnarlínu þarna. Eiríkur er bætt á bensíndu alla leið því að þannig að það getur vel verið, ég vorum svona bara að vanga að veltast með þetta, það kemur það bara allt í ljós. Jökull er að reyna að fipa hann Ólaf eins mikið hann getur. Hann er að taka aðra línur. Hann er svona svolítið að vera ekki alveg í beint fyrir aftan Ólaf til þess að svona hræðan myndi ég halda. Svolítið svona, núna til þess með rönn, en hann er samt í fyrir utan. Og það er hættulega, heyrðu, hann er að láta að stikka. Hann er að ná þessu, hann nær þessu. Hann nær þessu, vel gert. Auðvitað, nei.
Ég held að það var hérna Ingi. Það kemur replay og Ingi, út af. Nær samt að sleppa við skemmt. Hann nær að skemmta við skemmt. Fór hann út af? Ég mistaði það. Ég náði replay. Hann komin í 7. seti. Það er þetta Hún er replay. ekki að sleppa jökli núna, þetta verður bara aftur sama drama. Já, vonandi, það er alltaf skemmt. Við viljum alltaf hérna, hlutleysir, við viljum hafa racing, sko. Þetta var aksjón allan tíman. Já, það er bara þannig, við viljum ekki neitt stingi af. Ég ætla alltaf að halda með öðru sæti. Fyrir okkur hérna, keppur hlutleysa, öðru og þriðja. Ég ætla ekki að halda með fyrsta sæti. Og ég veit að Jóhann Ingi, þeir þurfa að berjast hana, Jökull Ólafur, svo að Jóhann Ingi ná að blanda sig í það. Og Jói Egils fyrir aftan. Ég vil hafa þéttan pakka. Það er svona að dragast aftur úr þarna, Jói Egils og Ívar. Já, ég veit það, ég er ekki ánægð með það, sko. Þetta er bara smá hvíld fyrir orustuna. Þeir eru bara alveg, þetta eru jafnhraðir ökumenn hérna fremst. Já, og nú er Ólafur, raunverulega bara ekki í sömu stöðu og Jökull var rétt á hann. Og bara að finna leiðina framjá. Og Fibba, það er óþægilt að vera með bílana svo stóra í speglinum. Alltaf að verja. Sjáu þetta maður, þetta er rosalegt maður. Ég er að fylgjast með fyrst tveimur. Það er svona aðeins bara að slitna, það eru sekundur svona. Millum hann að Gunnar Ágústs er að nálgast Inga hérna en hann er ekki komin í þá stöðu að taka fram úr. Það er 0,3 á milli Óla og Jökulls. Núna held ég að þú getur skiptið og skiptir yfir á Gunnar, hann er mjög líklega að fara fram úr Inga hérna á raskaflunum. Já, hann er komið. Það er Ingi og Gunni. Það er vitavert. Það gekk ekki, hann var alveg... Hann er að reyna Ingi, hann er að Fibba. Já. Sko, þetta sé það að Fibba. Og Ingi, hann er greinilega fengið möl. Já, hann hefur fengið möl í dekkin. Þetta var vel gert. Já, sjáðu að Ingi fyrir hann að breytt. Já. Hann hefur greinilega fengið smá sand á dekkinu og misgripið. Hvað er að tala um? Dotti, það er hérna 10., 11. og 12. Dotti tók úr 12. upp í 10. tók fram úr 2, Davíð Adams og Magga Ingólfs. Sjá hvort þið náðu þessu. Skaut sín á milli þeirra. Já, það er smá hann slæt hjá öllum. Það var Davíð Adams. Þetta var svona að gera þetta, það er bara smá mistök og þetta komið fram úr 2. Já. Kíkjum aftur á fyrsta seti, Ólafur. Hann er ekki komið, hann sérðu, Jóhann Ingi er að njóta góðs að þessari baráttu, hann er búinn að komast í slippinn. Þetta er eins og við viljum hafa þetta. Já. Þetta er æðislegt. Nú er hann Óli nálægt. Alveg sko svakalega. Það er bara húti skott. Og Jóhann Ingi, hann er líka komin hérna hálfri sekúndu fyrir aftan. Hann var meiri sekúndu fyrir aftan þá, bara fyrir einu hring síðan. Bara áttan hjálpar honum alltaf. Þetta er Jökull, sjáðu það. Jökull er að taka aðra línu. Hann er ekki að taka bestu línuna, þannig að verjast. Og hvað gerir Ólafur? Það kemur hratt hérna út, en Jökull er nú, slipstrimmin og björgunum hérna. Það er ekki gert. Ég veit hann að... Þetta er svo auðvitað að fara hérna. Já, þetta er ekki, Jökull var eiginlega komið samhlýða Ólafi, þegar hann náði að fara utaverðu. Það var ekki boðið fyrir Ólaf þarna. Það get ekki sé hvernig gerði þetta á Inga á hana að hægja aðeins á sér þarna eftir áskaplan í fyrstu beygju. Gunni tók fram úr Inga?
Já, það er Ég náði í replay. Það var bara þannig að Gunni var bara að sýna sér stóran og Ingi bara fer að missir á bremsapunktin pínu lítið, fýpast. það þarf ekki meira, það er að setja pressun á menn. Já, það er akkurat málið, það er bara að setja pressu aðeins að rúlla Það yfir er listan. sammálaðir, hvað eru öll lækin hérna og subscribe-in? Gunnar Ágústsson komin í 7. Hann er upp í 7. já. Agnar náði fram úr Inga líka eftir að koma með skítur dekk, komin í 8. Ingi 9. Doddi, já, hann er í 10. Þeir eru svolítið svona pínu þéttir hérna í síðustu 3 sætunum, en ekkert á við fyrstu 3. Sérðu þetta er rosalegt. Hring eftir hring, bara alveg í skottinu, sko. Og við erum búin með 5,5 hringa 36, það er nóg eftir, þetta er ballið er rétt að byrja. Hvernig menn hafa taugarnar í þetta bara. Þetta er svo æðislega gaman, maður. Þetta er svo gaman. Það er, ef eitthvað þá sérst núna eru þessi 3, við kalla eiginlega 3 fórustu sauði. Þeir eru svolítið að skilja sér frá hópnum. Jóhann Ingi er ennþá með séns að þeir séu að berjast, hann var kominn í hálfa sekundu. En Jói Eils, það er 2,3 Jói Eils og Jóhann Inga. Og sekúnda fyrir aftan, það er aðeins að skilja milli manna núna. Ég er aðeins að renna listan hratt, svona sjá svona. Það er eins og menn séu búin að finna sér pláss í kennsröðinni. Ég veit að Ingi á meir inni, Ingi er að draga á Agnar. Hann er búin að jafna sig á þessu. Það fari út á hann á hann. Og er að nálgast Agnar, gruna mig. Agnar er nú segur, ólsegur. Og afturstu, já, það er bara fremst sem er skemmtilegast að fylgjast með. Það er ekki að ég er að hygla fremstu vennum eins og við gerum náttúrulega oft, en það er bara staðreyndinni svo að þeir eru 1-2 sem er að raunverulega keppa. Það er aksjóni. Óli tók smá feil í síðasta hring, en hann er nú að koma sér aftur að upp. Þetta ekki toppmennir, það er ekki upplætt að fara að séu stöðumanna í deildinni. Það gæti ekki verið betra að Jökull og Óli séu að berjast efst, því að Jökull er í fyrsta sæti með 107 stig og Óli með 102 í öðru sæti, þannig að það munar bara 5 stigum milli þeirra, þannig að þessi Já, hver keppni telur feitt. Þetta getur verið stórt fyrir Óla að ná þessum sigri, sko. Haukur með rönn á Ívar. Haukur er að utan, það er smá starting, en Haukur afsaki. Haukur farið út af. Gunnar Ágústsson, eins manns dauði er annars manns brauð. Hann ætlar að fara fram úr Ívari líka. Það var eins og Ívar væri að hægja á sér viljandi sem hann kannski hélt að hann væri ábyrgur fyrir þessu slysi. Má ég sjá, ég veit ekki hvort ég næ þessu hérna. Gunnar er komin Ég næ ekki endursýningunni nægilega vel. Gunni er nú komin í 5. Og er bara að sækja á Jóa Egils, maður. Ívar og Haukur eru liðsfélagar. Það var eins og Ívar hafi eitthvað hyggstað. Kannski haldi hann hefur ábyrgur fyrir því að Haukur fór út af, en það var ekki að sjá. Nei, maður tók ekki eftir þessi snertingu eða svona. Ég gerði það allavega ekki, en það má vera. Núna er Ingi kominn í skottið á Agnari og... Já. Og kíkjum á það. Já, það er æði, það er að myndast núna, það er núna allt í einu upp á þurru, komið keppni út alla braut. Einn aðeins að missa bílinn, þá byrjaði það strax aftur. 8. og 9. sæti, Gunni hérna 5, 6, 7. Já, og Haukur Ingi, trítilóður fyrir aftan Ívar. Svo er maður alltaf búin að slíta sig svolítið frá Óla, það munar yfir 1 sekundu. Það er svo Ólafur, hvað gerði einhver mistök? Já, þetta 36
36 við 36 7. Jökull 35. Takk fyrir túkall. Hann tók bara hraðast ykkur, það bara það sem er að skella þessu. Ólafur ekkert að keyra illa, það var bara Jökull að spýta í lóðuna. Heldur betur. Hann nálgast hann aftur, Óli að sækja. Já, þú segir Eiríkur hérna að vera að kommenta á þessa yfirtöku þannig að Nei, ekki að lesa, ég sé bara að það poppar upp þegar menn sendir komment, ég næ ekki að lesa því til enda. En það gaman að menn sá þetta betur og hafa tíma til að spóla tilbaka, ég hef enga tíma til þess. Já, þeir geta náttúrulega fylgst með þessu vel. Já, og bara fara aftur og bak, já. Það er ekki keppnina fremst sem stendur, þá færi ég bara niður og sjá hvað að gera þess að kunna. Já, eru þrír í lest. Ívar og Haukur að ná í það sem þeir eiga. Það telja sig eiga. Gunni, já, hvað byrjaði Gunni? Manstu það? Ertu með það í kollinum? Gunni. Hann var í 10. sæti eða ekki, 9. Já, Nei, hann var í 8. fyrir ekki. Hann var í 8. 8, já. Þetta er solid. En sem stendur. Ein mistök. Fljótt að telja. Sjá hérna. Sko, Ingi var bara að ná Agnar á hann. Núna munna 4,3. Þannig að Ingi hefur lent í einhverju darradans aftur. Og Dotti er búinn að ná honum. Já. Hvað gerir Dotti? Dotti er með rönn, alltaf Gunni, Ingi er með skemmt. Ég sé það nú að Ingi er með skemmt. Ingi er með skemmt og fer inn í pitt. Já. Hann hefur eitthvað ákvað að slá grasið eitthvað. Já, hann hefur tekið það, góða slátuvélina. Já. Það óþarf að fylgjast með honum með að skipta dekk. Og kíkja hérna bara á hérna er keppni á braut. Gunni, Ívar og Haukur Ingi. Sjá, það eru Haukur Ingi komið með sekt. Hvað er látt í næsta fyrir aftur hann? Refsingu, já, 1 sekúndu. Og það er 3,3 í Agnar. Það er svo forvill. Þetta er erfinn, ég ætla að langar að fylgjast með þessu. Þá getur það er gott okkur að hafa viðmið hvað sekúnda telur. Við vitum alltaf að refsingarnir eru meira heldur en refsingi segir til um. Mér langar að fylgjast með þessu. Það getur komið sér vel setna meir, fleiri refsingar dettin. Að vita þetta. Já, það má alveg gera ráð fyrir fleiri refsingum. Þetta er alveg þannig. Já. Skoðum þetta, hann er að nálgast refsingarhliðið, það er 3,1, 3,2, 3,1 og Agnar, hvað var mikið, hvað verður bilið mikið, þegar hann fer í stutturkafli. Já, hann er nú sekundu. Já, það er ekki að það búinn refsingkaflinn, því að hann náttúrulega missir dræfið út þennan kafla, loka streitið. Já, það var nú samt ekkert svo gróft. Þetta er nú bara, 1 sekúnda er nú bara 1,1, 1,2. Já, þetta virðist ekki vera meira það. En þetta telur. Já, en þá vitum við þetta, setna meir. Bætast við einhverja rauða tölur fyrir ofan ökumennina. Já. Þetta er svo magna að sjá sér slæt. Þetta er fallegt. Það er eins og menn sé bara búin að missa bílinn svo allt í einu halda þér áfram. Þetta er controlled slide sko, með stjórn á slæðinu. Já. Þetta held ég sé aðal keppnin á brautin núna 5. sæti, Gunni og Ívar. Já. Þú lætur mig vita og rennir gegn. Ég held að ég sé á yfirlitskortinu að það verðist nú ekki vera Maggi og Ingi hérna í afturstu tveimur. Jú, afturstu tveimur. Það er svona Maggi var að reyna og það heyrðist aðeins á honum við þetta. Það verðist vera þéttir hann að 2. Já.
Sjáum tíman hjá Ívari. 37, 3, 2, 4, 37. Þetta nokkuð stabílt. Gunni 6, 2, 1. Aðeins meira rock í tímanum hans Gunnars. En þetta hann kannski að verjast. Þetta 34. Mæntanlega Ívar með nákvæmlega sama. Þeir eru í skott. Þetta bara bíl í bíl. Sýnist á topnum nú Jökull bara að setja inn svona aðeins létt hraðari hringi heldur en Óli, þannig að hann að slíta, hann komin í 2 sekúndur á milli þeirra. Já. Hann að taka svona 0,2-3 ára hring. Já. Þetta setur bara blóð og tennunar í Óla, hann gefur bara í núna. Já, þetta svona það komið hérna, ég aðeins að skoða, að kíkja hérna á Óla. Þetta 2, svo 3 í Jóhann Inga, 4 í Jó Egils og 4,5 í Gunna. Þetta svona, það eru allt verið Gunni búinn að ná að slíta Ívar úr, eða hvað? Ég ætla að segja að slíta hann úr slippinum, en það var bara augnablik. Það var, já, það muni ekki miklu. Nei, Ívar ekki búinn að syngja sitt síðasta. Ingi, fór hann ekki í pittina og hann að laga tjón? Jú. Hann komið tjón aftur. Já. Já, Maggi líka. Voru þeir eitthvað að slást of mikið? Það eitthvað lætið að þeim. Maggi með skemmda framann og Ingi líka. Það var fyrirlt að ef þeir menn að slást báði með skemmda framann og Ingi fyrir út af. Hann fór bara í grasið. Hann var hvað að slá aðeins grasið, en þá missaði hann grip. Já, þetta helvíti súrt. 2 skemmdir á fyrstu 12 hringjum fyrir Inga. Já, þetta hægir svolítið á þér. Það þurfa að vera að standa í þessu. Já. Maggi Ingólfs heldur áfram, hann fer ekki í pittinn og Ingi, jú, hann fer í pitt, hann ætlar að gera bíl. Hann ekki standa í þessu. Hann fer inn. Hann fyrir Maggi að fara í næsta hring. Þetta greinlega rétt og rangt hjá okkur. Ég var að tala áðan varðandi bensinnið. Þessi bílar náttúrulega með svo litla vélar, það íða engu. Það virðist vera að duga nú bara allt reysið. Já, manni grunnar að þeir fari nú bara ekkert í pittin að það fremst, ef ekkert kemur upp á. Það ekkert slit og ekkert svona til þess að tala um. Já, það ekki ólíklegt. En því miður, svona fyrir okkur hlutlausa, það var lítið barátta fremst. Baráttan núna hérna 5., 7. og 7. sæti. Haukur Ingi komin aftur inn í baráttuna. Ívar fylgist bara Ívari, þá sjáum við tímamismunina á þessum 3 kappum. Þetta einu staðurinn á braut sem eitthvað aksjón í gangi, síns mér. Já, annað bara rólegt. Já. Það fínt að fá að anda aðeins hérna inn á milli. Það styttist í að einhver missi eitthvað. Heldur betur. Eitthvað skipta kannski sjónarhorn. Aðeins að. Það má fara inn í bíla. Það ekki? Það gaman það sem verður að slást að vera með hérna bakkmyndavelina. Ég ætla að fara bara á hjálmamyndavelina Ívars. Það með allt að kunna. Menn ég náttúrulega bara láta sig slæta inn í þessa byrjur. Þau vita bara, þau að æfa sig að rétta bílana úr slæti. Og veist, þetta instant reflex. Og ef ég sletti aðeins, bara viðbragðs tíðnin. Þetta það sem menn bara að æfa núna í 2 vikur. Að missa stjórn á bílum og ná stjórn á honum aftur. Allegstórn með punktið, já, einmitt. Það maður segja, fullkomin stjórn á stjórnleysinu. Allegstórn með punktið það, þeir líklega til að fara inn í pitt til þessi tapa minna en 3 sætum. Þannig að það Já, dekkin verði það lélega á síðustu ringjum. Já, ég held það. En með hvernig menn renna núna með dekkin nokkuð góð þá. Ég held að munurinn á hard og medium alveg 2 sekúndur. Þetta stýðsti pitturinn sé mann eftir bara í GT7. Það
fá að brauta með stuttan pitt. Þannig að það ekki ólíklegt að menn fari inn á ferstekk. Ég hefði haldið að það borga sig. Ég held að pitturinn sé bara 10 sekúndur, eitthvað álíka fáruna stutt. Já, þú tapar ekkert miklu. Nei. Hann Jökull heldur bara áfram að pæta í þetta. Það var með sekúndu tap og dekkja sliti, það bókst bara að fara inn. Eða er inn eða 12 hringir eftir. Já. Það er helviti rólegt hjá okkur nema þarna með 5., 7. og 7. Þeir halda þessu gangandi fyrir okkur. Og sjá hvað sultu slagurinn að keyra. Hann er bara að keyra með annar hendurinn á stýrinu og við bara hinn á gískritik og hann er með þess að keyra hann með stýri hægra megin. Þetta er bara rúndurinn. Já, þetta er bara alveg sultu slagt. Þetta er rosalegt, sko, sjá þetta. Og hann er bara að keyra með einni hönd. Já, núna setjar 2 hendur á. Þetta er rosalegt. Nú er slagur á milli liðsfélaga, Haukur og Ívar. Ég veit ekki hvað menn gera. Ég er að horfa á það. Hvort að Haukur haldi bara sínu sæti, að það sé ekki að reyna neitt. Hann gæti líka bara bömpað Ívar, ef þið ætla að vinna saman. Já. Reyna að ná Gunna. Því að þetta er bara lús að vera að berjast. Að hanga hann að vera aftan hann eða menn geta reynt að... Það er bara 1/3, það er bara 15 hringir, 14,5 hringur, búin að 36. Það keppi kannski síðustu 10 hringina, hjálpið bara hverju öðru núna. Það væri svona mín meðmæli. Ef að menn alltaf spila saman. Já. Það væri svona mín meðmæli, sko. Því að Gunni með bara græða á því ef þið fara að berjast. Gunni er búin að ágjöra að þeim fyrir aftan sig. Ef þeir ætla að fara að berjast, þá getur bara Gunni fengið frið og losa sig út slipstreamnum. Þannig að þetta er, það er bara, nú er eins og Ívar sé bara hraðar en Gunni, hann er kominn skuggalega nált. Það er kominn tíma á þetta, það er líklega. Já, nú er Ívar, Gunni fer víðari, tekur þess að beigja víðar. Það virkar þess að sé hægara en hann nær þá beina kaflanum og komast í fulla gjöf fyrr. Já. Skiptir mig, Herru, Ívar maður. Herru, þeir eru 0,3 sekúndur á milli þess að þekja. Samtals. Þetta er alveg bara... Það sé ekki áreikstur hérna, sko. Nákvæmlega. Ótrúlega lægni. Það er allir að býta mistökum frá okkur öðrum. Hann lítur að gera mistök. Jökull er inn í pitt. Já. Og hann fer akkurat á... Nei, hann fer ekki eins og mig. Hann er að fara að keyra meirinn helming. Já, það er alltaf léttari bíll, duga lengur. Hann er að taka 16-20. Ívar fer inn líka. Sjáum það bara munin á... Já, ég ætla að fylgjast með Ívari. Við á að sjá hvað verður langt fyrir aftan Haukinga. Það kemur út. Af því að hann var fyrir framan hann, en hann munið alltaf bara engu. Og það er okkar 10 sekúndur á milli hérna núna. 10, 11. Pitturinn var bara 10 sekúndur. No. Plus. Það sem ég held. Þetta er styðsti pittur GT Grand Turismo 7. Ég man ekki eftir öðru. Manstu eftir einhverju öðru? Þetta er rosalega snögt að gera svona. Já, alveg. En það er eitt örugt að þegar þú ert komin á nýta ekk þá ertu eins og raketa. Jökull hann var tæpum 4 sekúndum á eftir Jóhanninga þegar hann kemur út en hann er bara náður. Já, þá var að gera að fylgjast með því. Það er komið í 2 sekúndur. Já, ég er búin að færa mig yfir á Jökull. Ekki nema Jóhann hafi gert einhver mistök. Nei, hann er bara náður svona rætt. Já. Jóhann Ingi bara með sömu tíma hann er að keyra. Hávar 36. Óli fer inn í pitt. Fer hægt inn í pittin að klessir á hann aðeins. Kostaði það skemmt? Nei, hann slapp alveg en þetta var svona hægur inn. Já, það getur engin viðgerðtími, það er það sem ég er að pæla í. Já, hann lausir það. En hérna kemur... Jökull. Já, Jökull er komið fram úr en...
Hann Já. tapar á því að fara ekki með. Já, Ólafur gerði, Jökull gerði raunur undercut þó að hann var fyrstur. Það virðist vera. Og það er bara Virðist vera tekið hvernig það skila sér á síðustu 2-3 hringjónum, en þetta er bara eins hringja meiri notkun en að fá eitt hring á góðum dekkjum versus Ólafur og lélugum dekkjum, það er ekki að hjálpa okkur hérna sem heima sitjum. Það er bara spennandi keppni. Strategían góð. Gunni. Bara sömu. Þetta er hérna Gunni hélt sig úti. Jóhann Ingi, það er að þessum fremstu 5, ég ætla bara að renna svona lauslega yfir þetta. Það fóru allir inn. Nema Gunni og svo Dotti í 8. Gunni er nú samt að bæta sig á braut, Já, hann er náttúrulega búinn að vera að díla við að vera með bíl í rassinu og nú getur það keyrt án þess að hafa áhyggjur eða þurfa að verjast. Þarf ekki að hugsa um það, stanslaust að vera í baksýnisspeglinum. Já, kannski, já. Þannig að við sjáum, kannski, þetta getur áhört að Gunni nærunur að overcutta með því að vera ekki með trafík. Já, það gæti hjálpað. Það verður áhört. Það væri áhört. Gunnin er að bæta sig núna ef hann er að keyra stresslaust. Fer hann inn, hann heldur svo úti. Sjá hvað tíma hann er að fá. Þetta getur skipt miklu máli. Hann er á sinni besta tíma. Besta tími. Já, miðað við hans tíma, þetta er besti tíminn hans á braut. Síðustu 10 hringi allavega. Ég sé ekki aftar. Nú í Jökull að setja á sama hring 36.7, þannig að þetta er ekki þannig séð tímamunur, 0,2. Nei, það er bara ekki. Gunni er að sýna sinn hraða hérna. Af því að hann fær þá, ef hann er að halda góðu dampi, þá er hann að fá ferstekk sem dugar hann líka lengur í lokin. Já, það er bara meira betra tækifæri til þess að ráðast á menn. Jóhann Ingi er að draga á hann á nýju dekkjunum. Gefa vel í hérna líka. Það er ennþá 2 sekúndur þeirra á milli, Jökuls og Óla, þannig að það er samt, maður sér það alveg, maður horfir á Jóhann Inga, það er munur á dekkjum. Já, Jóhann er að sækja hratt á Gunna, en Gunni er nú ekkert í keppni við Jóhann Inga, hann er í keppni við Ívar, hann var að berjast við Ívar, um 5. sæti. Þetta snýst bara að tapa sem minnstum tíma þegar Jóhann tekur fram á honum. Já, Gunni er að berja sig stendur um 5. sæti, þannig að þetta snýst hvað er Ívar að gera og hvað er Gunni að gera. Sjá hvað Gunni heldur sér lengi úti, er hann að fara inn? Hann virðist fara, nei, hann heldur úti. Hvað er Ívar að fá hérna? 36.6, hvað gerir Gunni þessu hring? 37.7, er ég að lesa það rétt? Þetta var 37.7, það var ekki nægilega gott. Ívar er hann á góðu underkötti núna. Hann er 1,3 sekúndur hraðari á síðasta hring heldur Gunni. Þannig að þetta er underkötti og Ívari er að virka núna. Sínsver. Og þá mætti hann líka á Hauk. Haukur er náttúrulega hann í skottinu og Ívar. Þeir eru báðir væntanlega að taka fram úr Gunna bara með strategíu. Já, vera bara fyrir inn. Er Ingi hættur? Hann er búin að vera í pittinum hérna. Hann er kannski eitthvað í gangi. Hann er búin að fara óeðlilega oft út af. Fæk hann að 2 skemmtir á fyrstu 10 hringjunum. Já, þetta er bara rautt flagg hjá honum, væntanlega. Já. Og það er bannað að það er tilmælum ekki að fara úr lobbyi. Já. Það sé það þarna. Já, hann er að hætta á réttan hátt, skulum segja. Já, gera þetta professional. En Já. Núna er Óli að halda áfram að sækja, hann er komin 1,6 og eftir Jökli. Já, ég ætla aðeins að sjá. Ég trúi bara ekki að Gunni hlýtur að fara inn. Hann er ekki átt að á því. Nei, hann fyrir fram, já. Nema allar hann að keyra til enda. Það er hinn pælingin. Það er annað. Það er ekki vænlegt, held ég. 37.4, mútið að fara aftur yfir Ívar.
Ívar 36.8, 34, það er meira en hálf sekúnda, rétt rúm þó, en það munar tæpum 10 sekúndum. 9, rúmum 9 á milli Gunnars og Ívars. Þannig ef hann ætlar að keyra þetta til enda Gunni, það eru 15 hringir eftir. Ég er ekki að sjá það gerast. Ég er ekki að sjá að Gunni... Þetta er erfitt. Mjög. Og þetta eru nægilega mikið dansandi bílar að ég held að sé dansinn Gunni og eftir að fara í. Já. Hann var með forskott. Hann reynir strategíu, já, sem er ekki endilega hugsað til enda að mínu mati. En hvað veit ég? Ég veit ekki neitt. Skaurar hafa áður sýnt manni hluti sem maður átti ekki vona á. Ég er að skauta henni aftur yfir Óla. Hann er kominn. Herðu, hann er byrjað að finna lyktina af púströrinu hjá Jökli. Þetta er náttúrulega opni bílar, þeir finna útblásturslyktina. Hrekkur, ertu hana? Dottin út? Ó, það er eins og Hrekkur hafi dottið út. Já. Ólafur er að nálgast Jökul hratt. Herru, ég ætla samt að leyfa mér það, það er samband við að Hreggvið hafi dottið út. Ég ætla að reyna á sambandi við hann aftur. Það er kannski bara að bíða þess. Fengist bara með þessu. Leyfa bara mér að tala sínu máli. Ólafur er að nálgast, við sjáum þetta. Það er spurningum hvernig þetta þróast. Ólafur, þetta var í 2 sekúndum. Ég ætla að pröfa að senda, já, hérna kemur Hreggviður aftur. Halló, fyrirgefðu. Ekki máli, þú komið tilbaka, ég var að spæða hvort ég ætla að senda þér, endur senda þér, hérna, partí-chat-benni. Það var náttúran sem kallaði. Já, ég skilur, já, ekki máli, velkomin. Það er raunverulega lítið að gerast, Ólafur er hættur að draga á Jökul, því miður. Já, hann er búinn að stana bara. Hann var kominn í 1 sekúndu, sko, nú kom 1:05. Nú, ok, það er... Gunni er ennþá að þrjóskast hann úti. Hann er kominn í hringi upp á 8, sko, sjáum bara hvað hann gerir. Hann var náttúrulega eiga við hann, Jón Inga rétt á hann. Sjá hvað gerir hann hérna. 37.6. Þetta er ágætis tími á honum. Ef þetta Ívar, Haukur komið fram á Ívari. Haukur 36.6. Já. Ég held að verða að pitta eins hratt og hægt held ég bara. Já, ég geti sendt honum skilaboð hugskeytti hvað þetta gerða, þá myndi ég vera búinn að pitta fyrir 3 hringjum síðan. Já, Jökull er að bæta fasteslapp hérna. Þeir eru bara að dansa í kringum 1.35 efstu þeir. Já, það er kannski bara ekki nema að vona Ólafur sé ekki að draga mér. Jökull er bara búinn að spýta í lófana. Það sá hann Ólafur að draga á sig og hann bara spýta í lófana. Þetta eru ótrúlega tímar. Já, 1.35.8 hjá Ólafi, besti tímar hans. Og 1.35.78. Þetta er náttúrulega alveg skuggalegi tímar. Já. Hann er nú að ná að halda þessu svona í 1.5 á tæpu. Þeir eru bara í sérflokki þessu gautar, það verður bara að segjast. Já, þetta er bara fyrir á milli, toppjörunni. Já, það er bara, veist... Það gerast annars þar, þetta orðið bara helviti teikt. Að fá 1.36 hjá öðrum er bara vá. Þeir eru 1.35. Sko, þetta er alveg í sérflokki, sko. Haukur hefur náð fram úr Ívari, það er eitthvað að komi hjá Ívari. Þeir voru búin að vera eins og samlokur hann að liðsfélagarnir. Já. Herru, ég ætla náttúrulega að kalla hjá mig líka. Þannig að taktu yfir spásut. Ég tekur við, já. Stilli myndarleika. Herðu, Jökull
Óli er að nálgast Jökul hérna aftur, kom í 1 sekundu. Óli er að bæta vel í. Annars er þetta bara rólegt. Og þá missir Óli bílinn eitthvað. Já. Þetta er komið upp í 1,6 þannig að það er smá rólegt framöndan þar. En hvað segir þetta? Er Gunni að gera ykkur vitlausa pittíki eða? 12-13 hringir eftir. Ég sé að Dotti er líka að reyna að fara í gegnum þetta á þess að pita. Það er spurning hvort að þeir sem að... Herri, ég komið tilbaka. Klálega, ég var að taka eftir að Dotti er ekki búinn að pita heldur, hann í 8. setinu. Já. Hauks, það eru... Gas, 2,6. Já, þetta eru 8 sekundur. Já, 7. 7 sekundur. Já. Þetta er alveg gerlegt hjá honum Gunna ef að dekkin verði ekki eitthvað alveg... Já, það virðist vera að halda bara, já Gunni, hann er hættur að... Já, hann er orðið stabíll og dekkin hjá Hauki, já, hann virðist allavega ekki vera að bæta sig nægilega mikið. Ég er ekki að, sko, þetta virðist vera svolítið svona... Munu 0,2 á ringtímum hjá svona meðal sýnisber. Já, það er ekki nóg. Þetta er þá... Gerir ekki neitt. Það er mitt. Já, svo var það eitthvað eins og Alex segir og svo... Þurfa menn alltaf að taka fram úr líka eða ná, sko, þannig að það er... Já, já. Herru, það er komið refsing á Dotta. Ég misti að því. Já. Þá ætti Aggi að fara hálf léttilega fram úr honum. Agnar. Já, ég pröfu þetta. Þetta með eitthvað. Ég veit, ég hinnaði ekki. Það tókst ekki að fara nægilega aft í replay. Ég pröfaði 15 sinna replay. Það duði ekki. Þetta er líka synguna. Já. Já, hann tekur þetta nú léttilega. Aðeins að fylgjast með, aðeins að rúlega í nærluta Agnar er náttúrulega að taka núna fram úr. Það er Adams. Hætt að gera það. Já. Já. Það er greinlega, ég sé hérna að kíkja Inga í pittinum. Þeir eru ekki að finna út úr í strákarnir hérna í pittinum hvað er að bílnum. Já, velvirkjarnir eru ekki að standa sig í þeim. Þeir eru að horfa á bílinn og þeir eru alveg bara, hvað er málið með bílinn? Þeir skilja þetta ekki. Með vitlausum topp á dekkin. Ólafur Einar Þorbergsson. Ég trúi ekki að koma einn svona loka barátta þarna á toppinn. Já, lítur að vera, sko, menn eru svona aðeins að það sér að líka 15 sekúndur næsta mann. Ói, vel bjargað. Já, þetta tapar nú 0,5 að þessu en... Já, þetta ekki var mjög sleipt. Já, það segir hérna. Hann hefur fundið þennan tíma áður. Já, þetta ekki vera mjög sleip, sko, þó að sé lítið búið af þeim. Sýndist mér að segja og það er kannski útskýra að okkur að Gunni er núna hættur að missa tíma. Haukur Ingi er búið með nýja brumið á dekkjanum. Já, nú er munurinn orðinn það lítið á milli þeirra, sko. Jafnast leikar, sko. Herðu, segjum það. Gunnar setti síðasta tíma 1:37.4 og Haukur setti 1:36.7. Já. Það er hann nálgast, en... Þetta er commentators curse. Þetta gerist ákveðið inn og hringa því við vorum að tala um þetta. Svo jafnast þetta út aftur. En Haukur þarf alltaf að taka fram á Jói Egils líka og Jói Egils þarf að taka fram á Gunna, þannig að... Við vorum að segja að þetta voru 6 sekúndar munur, maður ekki? 6-7 sekundur? Já, þetta er komið niður í 6, tæpar 6. 5,5. Þannig að þetta er, jú, þetta er að mjakast en ekki nú nægilega hrætt fyrir Hauk.
ef að Gunni næra þetta. Og ég veit ekki á hverju er ekki að ræða. Það er frekar Jói Egils sem ætti að vera að taka fram úr Gunna. Hann er náttúrulega á 9 dekkjum. Við erum einhvern veginn bara algjörlega búin að setja Jóa út úr myndinni. Ég gerði bara ráð fyrir að myndi taka fram úr, það er bara virðist ekki vera. Já, ég líka. Gunni er að verjast núna. Það er komið baráttubraut. Það kom að því og enn eru þeir að reyna að laga bílinn og Inga. Já, Ingi, ef þú ert að fylgjast með online og mátt alveg senda okkur línu svona, hvað átti sér stað, hvað gerðist, það skilja, nei, og Jói fær refsingu. Hann kvörtaði aðeins svo mikið hana. Að sjá, og horfa á þetta hérna í hendsýningu. Hann kvörtaði á mikið. Þetta endursingatakar eru æðislegir. Já, þetta er snild. Þetta er náttúrulega bara að hjálpa Gunna í vörninni. Klálega, hann fær hann að smá tíma að slaka á. Og Jói og Haukur munum náttúrulega kannski þurfa að... Já, Haukur er svo sem ekkert að nálgast Jóa neitt. Haukur er ekkert að nálgast Jóa, það er nefnilega að segja. Það er eins og Haukur, hann bara hefur ekki á hraðan. Dekkin eru ekki að nýtast honum eitthvað, veist, það er bara svo gerist að menn eru búin að keyra 28 hringi að, veist, þú dettur okkur í zón. Já. Og veist, það er erfitt að vera aggressífur allan tíman. Það verður bara, veist hvað er að tala um. Já, tekur á bara, það er þreyttir af þessu. Já, og svo verður bara, ég keyri bara safe. Hvað ekki bara, ég er bara sáttur við 7. sæti og þú hættir að þú vilt ekki, okkur tíma þú vilt ekki fara að spinna. Skilur, þú vilt ekki fara að tapa og þú fara að keyra meiri varnarakstur. Þetta gerist bara ósannart. Það er svona mitt svona kastmat. Já, það er reyndar, já, þetta og svona bara einbeitingin líka, sko, hún verður... Já, þú verður verið þreyttur, þú segir, og þá er maður bara svona, ég ætla bara að keyra varlega, það er búið að spilast 80% af keppninni og ég vil ekki fara eitthvað neðar. Ef ég fara að pússa, þá er ég að taka þér áhættur. Þetta gerist. Nú er Jói nálægt Gunnar maður. Já, nú er Jói upplega allt annað heldur en ég var að tala um. Nú er Jói að finna lyktina af skottinu, eins og segja, lyktinni, að finna lyktina af pústinu og þá einmitt, skerpir á þér skölu. Já, þá skerpir á þér. Já. Jú, bílið var svona tæpar 6 sekúndur á milli Hauks og Gunnar, þannig að það er... Jú, og það er núna á 5. En það styttist raunir of hægt, myndi ég segja. Já, það eru bara 7 hringir eftir, 8 hringir. Já. En núna ef Gunni og Jói fara að slást, þá hjálpar að Hauk. Þetta getur verið... Herðu, Jói með þetta, hann er með inni bein núna. Jáp. Gunni, aggressífur hann er maður. Geðveikt. Herðu, og svo er næsta aftur, hver er innanverður, það skiptir miklu máli. Gunni þarf að kvötta. Gunni er bara með línuna. Já, hann varði línuna. Já. Vá. Hann náði að hægja á honum, hann er líka inn í beina, þannig að... Þetta bara fagmannlega ekki. Jói passaði sig að vera ekki að nutta. Smást koss hefði sent Gunna út í grasið. Og kosta bara leiðindi. Þetta var rosalega vel ekki, fannst mér. Það var báðum ökumunum. Sérðu, Hauk, hann er alltaf komin undir 3. Já, þetta er bara, nú er bara Haukurinn farin að horfa. Það er bara á þeirna. Kíkjum aðeins hérna, hann er ekkert að frétta hana, 2,7, föðum bara aftur hér. Þarna er aksjón. Baráttu 4. sæti. Hvernig eru dekkinu, Gunna? Ef við kíkja á því. Vá, já, hann er að nálgast helming. Það er velrauð. Hvað gerir Jói hérna? Hann kemur hratt. Hann er bara... Ég myndi segja Jói þarf heldur ekki að flýta sér taka framar. Nei, hann ætti nú... Sko, hann er að koma. Ég held að... Þetta... Og Gunni grafur hana. Já, hann er að koma. Þá byrjar það. Það eru 2,5 á milli Gunnar og Hauks núna. Já, allt að gerast.
Herru, hver er komið í skottu á Hauki? Hver er hann? Ívar Eyþórsson, mættur á svæðið. Mér sýndi sig sjá hann að sjáðu. Já, það er allt að gerast hérna. Þetta verður dramatíski lokaringir. Ég spáði því. Spurði bara núna hvort að Gunni ná að græða á að vera í Kjölsveginu hjá Jóa. Smá auka tók. Já. Hann þarf eiginlega að halda sig bara í Kjölsveginu. Ég held að það verður lykillinn að því að Gunni haldi 15 seti. Mér sýnist lokaringin alltaf að vera spennandi þarna. Það er heldur bara... Já, stefnir það. Stefnir heldur betur í það. Þessi, ef Gunni er að halda sig í Kjölsveginu, það verður lykilatriði fyrir hann að halda Hauki, og ekki bara Hauk, heldur Ívari líka. Það heyrðu báðir komnir þetta alveg. Já. Klárir í verkefni. Herru, já, það er ekki þannig sé að frétta á brautinni annars þar. Þetta er einu starf sem er einhver barátta. Barátta, Gunni er... Það gerir vel í þessu að halda sig... Já. Hver hringur skiptir gríðarlega miklu máli að halda sig í Kjölsveginu. Fylgjast með þessu, það er 2,2, 2,3, 2,2, 2,3 núna milli Hauks og Gunna. Gunni er að missa Kjölsveið. Það verður... Þetta verður dýrt. Já. Þetta mun kosta hann að fóra. Sýnist mér að minnsta kosti. 6 hringir sem hann hefur. Já. 2 sekundur á milli þeirra. Þetta verður erfitt. Þetta verður mjög erfitt. Vonin hjá Gunna er það, og við sjáum það, ég er hans að kíka núna á Hauk og kíka á Ívar. Nú eru þeirra dekk líka honum slæm. En ekkert líkingu við Gunna. Það er getið að gripi aðeins meira, það dugir til. Enda sér maður að tíminn er að falla vel. Já, Gunni er... Það er 0,12 og hring sem Gunni er að versna. Og það kom undir 2, Hauk. Haukur og Gunni. Ég held að Gunni er bara nógu grimmur, það ætti hann að... Nei, þetta eru svo margir hringir. Já, það eru... Þetta eru 5 hringir með... Nú var 5 hringir, já. Það er ekkert grín. Nú er búið ákveðat ára milli og... Já, komið undir 1,5, komið undir 1,3, komið 1,2. Þessar stóru slætbeygjur, það er náttúrulega slæmar fyrir Gunna. Já. Hann er, nú erum við bara að hóra fram á þetta. Nú byrjar. Það er komið í sekundu. Og herðu, Ívar hefur eitthvað farið illa ykkur. Hann er komið 3 sekundum, 3,5 sekundum fyrir aftan Hauk. Þetta bjarga Gunnari. Já, þetta er góð fyrir Gunna. Herðu, mér langar eiginlega bara að sletta inn hérna svolítið. Ég fóði að heyra fólki, hver er driver of the day? Það er alltaf lagi, maður geta alveg byrjað að mynda þessi skoðanir og það er gaman líka að heyra rök. Er það Jökull bara, það má breyta skoðun, það er keppnin lokið. Það verður gaman að fá svona eitthvað spjall um það. Það er öruggur sigur á Jökli eða Gunnar að vinna sig upp já, eins og staðan er núna 3 sæti. Já. 4 sæti ásaki. 4 sæti, já. Það er ansi öflugt í úrvalsdeildinni að gera það. Er það standarinn á bílnum hjá honum Inga, hann er ennþá að tjakkurinn sig, hann heldur honum uppi ennþá í pitnum. Og svo ætla ég líka að pröfa hérna eitt nýtt, af því þetta er one make. Ég ætla að renna það ekki, hver er með flottasta liveryið? Þetta er MS Racing, gulir, kaldi, ég verður bara að segja að kaldi er drulluflottur. Gulur og svartur er samt rosalega flott sko. Já, en ekki... Jó, Egils. Jó, Egils. Já, það er bara... Já, ég er að skoða þetta, ég er að rúla í gegnum bíla núna, ég er bara sko með það í huga að skoða liveryið sko. Þetta er smekklegt, já, Gunni, Lavasjó. Þetta er ekkert amarætt heldur. Næja, Haukur, það er komið 0,5. Já.
Haukur að gefa vel í, hann að bæta sjálfan sig hérna núna þessum ring. Ekki mikið, en hann er að... Hann góðið drafti. Gunni, já. Ívar er alveg horfinn, það er eitthvað... Ég held því sem hann renni gegnum alla, já hérna er nýtt eitt lúk yfirbútt. Það er þetta Yamaha Racing ekki. Nei, þetta er Dogobit. Þetta er líka skemmtilegt. Maggi Góls. Alex Þór er búinn að bæta aðeins í þetta. Það er okkur degi. Já. Það er Gunni ef hann er að halda 5. sæti en Haukur ef hann tekur fram úr. Þannig að það er allt undir þetta. Þetta er alveg pressa. Já. Ég fíla þetta. Það er eins gott að menn sjá þetta ekki. Hann er miklu trimmar, hérna geti Haukur verið helvíti snöggur í gegn. Sjáu bara munn á því að pitta og taka ný dekk. Og þetta var sem að ræða. Gunni var fyrir framann og pröfar annars stratt ef hann, það er alltaf svona rökræða svona hluti. Þetta segir okkur eða samt það að enginn þannig sé tímamunur á plönum. Þetta er nú ekki mikið sem munar. Það kemur ljósið að keppnin er búin. Já. Það getur vel verið þegar hann kemst fram úr að hann stingi af, það er nú ekki málið, það er rétt. Já. En þeir voru bara... Minn punkt að sá, Gunni hefði bara pittað, sem bara hringi eftir Hauk. Já, haldið bara kópira mannið sem hann að keppa við. Hann gaf sens á sér. Þú skilur hvað við? Já, hann opnaði fyrir þetta. Já. Ég sýnist hann bara hann er bara að gera helvíti vel að halda hann með það. Já, samt ennþá 2,5 hringir eftir. Þetta verður erfiðir 2,5 hringir. Já, heldur betur. Ég held að Gunni ná ekki að halda þessu en... Já, Haukur er að koma svolítið hratt hérna. Aldrei að vita. Nei, hann er að koma maður. Þetta er einhver maður. Smá að anda hann Gunnar núna. Það er ekki mikið. Það er gaman að sjá henni endursýningu slæti hérna Haukinga. Hann er að bjarga sér. Sjáu þetta er snyrtilegt. Þetta var geggjað maður. Haukurinn þetta er erfið beygja fyrir léludekk. Vá, Haukur aftur. Þetta er rosalegt maður. Það er verið að yfirkeyra vel. Heldur betur. Horfum á þetta. Ég er að horfa á þetta aftur í endsýningu. Þetta leitur reyndar mikið betur út í þetta var ekki eins alvarlegt í endsýningunni. Það skýtur ekki inn, þetta hægir aðeins á honum en... Já, þarf maður ekki að fara með öll 4 dekkin út til þess að fá skýtdekk. Já, til þess að vera þannig, já, það getur verið, já. Ég held að það sé þannig. Það fær bara út með 2 dekk þá rennur, sem er alltaf bara fárlegt, Það er ekki þannig í raunveruleikanum, þá ætti 2 dekk að vera skítug, en í leiknum heldur þú þurfa öll 4 út af til þess að hafi áhrif á aksturseiginleika bílsins. Endilega leiðrétti mig í chatinu eða þetta er ekki rétt hjá mér. Núna er Haukur að koma hratt, en hann var ekki til línuna. Þetta er þröng braut. Þetta er svo þröng braut. En mennur svipar hraðir, þá þarf eiginlega fremjigurinn að gera mistök. Já, þetta er erfitt að taka fram úr þetta. Gunni sleik í grasi. Nei. Nú er þetta bara 1 hringur eftir. Gunni er að gera vel. Gunni er að gera þetta stórkostlega. Og Ívar er mættur á svæðið. Já, hann er að njóta góðs af þessu. Var ekki þetta sjónum við. Þetta var Haukur, já. Þessi rassinn að Gunnars er að horfa á. Og hákalla útgáfuna. Já, sér það er svo augu hérna að dekkja ljósinn á bílnum. Heyrðu, það er snerting, eða ekki? Þetta er ekki gott raun og veru svona. Ég heila þó þetta var spennandi í smá stund. Það er betur að horfa á þetta hérna. Sjáum við betur hver er að eiga sér stað. Gunni er að halda aftur að 2 á lokahring. Þeir eru
Gunni. Við Sælvíkar, herðu, ég verð bara að verðluringar, ég á ekki bara óska bara jökli til hamingju með sigurinn og herðu, Haukur ekki að fyrir auðvitað verðu, en hann að halda, Ívar fyrir út af! Herðu, býtu! Og Haukur! Hann svarar. Gunnar komið með línu. Já, hann komið með línu verðu! Gunni, Hann svaraði þessu. Nei, svo vinstri næst. Hann kemur ræður út. Þetta verður hlýli. Hann heldur eitthvað að grínast? Eitthvað að grínast? Ég get ekki talað. Það hafa þetta bara hérna. Hann næri þessu. Sjáum þetta almennilega. Já, Gunni tekur þetta. Gunnar. Því keppni. Það innan við 0,1 á milli þeirra. Vá, ekki þetta, ég byrði bara alla velvingar á því að hafa ekki fyllt mennum yfir rásmarkið sem við gerum yfirleitt. Það var hvergi keppni á braut og þetta á nú heldur betur gott bíó. Þetta svona á að gera þetta maður. Dotti, 9. sæti, Agnar, já við rúlum bara yfir þetta, fylgjumst með mennum hérna. Mér veist þessi bíll enda alveg skuggalega fallegur hönnun. Þetta er fallegt. Hafisbjörn. 0,098 eftir 36 ríki. Vaki Ígórsson í 11. Davíð Adams í 10. Dotti í 9. Agnar 8. Ívar í 7. Haukur Ingi og Gunnar Ágústsson í 7. og 5. með skemmtun dagsins. Bestu atriðin í þessari bíómynd voru þeirra. Jói Egils í 4. Jóhann Ingi í 3. Ólafur Einar í 2. og Jökull Hrafnsson í 1. sæti. Já, þetta var magnað. Svona á enda þetta. Þetta var magnað. Og við ætlum aðeins að fara yfir, mér langar að horfa á verðlaunaafhendinguna. Og áður við förum hérna að við munum tala við sigurvegara kvöldsins, Jökull. Spurning hvort við eigum að fá Jökull, Óla og Jóhann Inga bara einn líka, við hefum gert það síðast. Já, já, og það var ekki vegið að líka fá kannski Gunnar og Hauk, þeir voru, neða, kannski aðeins svo mikið. Það pröfum við, já, tökum við alltaf top 3. Fáum top 3, það var heldur gaman. Já, gerum það. Þetta var endir. Já, þetta var magnað, þetta var gott bíó. Endilega, eigum við ekki skilið like fyrir svona? Ég myndi segja það hlýtur bara að koma inn. Skrambin hafið það? Skrattakornið? Það þýðir nefnilega djöfullinn, sko. Það er rétt. Ég bara menn vonandi hérna horfa á þetta, mér langar að horfa á þessa fallegu senu Jökull í íslenska búningnum sem hann er búinn að hanna fyrir Skandinavíukeppnina. Til hamingju Jökull. Virkilega vel gert eins og ávallt. Nú fer ég hérna út. Ef ekki bara ætla þú að taka þér að bjóða þeim í chati? Já, ég er náttúrulega svo að ég held ég sé bara með Jökull að þeim hérna. Já. Þá skal ég, ég bara fer í það að bjóða menni í chatið. Tjónabúl hérna, ég ætla að bjóða bara hérna, það fremur. Hvað gerist þarna? Hvað gerist? Tæknilega til okkur. Já, það er ekki fyrst skipti. Fáum hérna. Það var Jói Egils, ekki? Jóhann Ingi. Jóhann Ingi, það er Jökull og það er Nos 42, ekki? Jú, bara. Invite. Ég er búinn að senda hérna invite. Smíkirinn eða það ekki var rétt. Og það er búið að eyðileggja að loka lobbyinu. Æ, Óli mættur. Blessaður.
Sælir, kvöldi. góða kvöldi félagar. Eru til hamingju. Það heyrist. Það ætti að heyrast í ykkur öllum. Velkomnir og til hamingju með kvöldið, til hamingju með reisið. Já, takk fyrir það, takk fyrir það. Takk fyrir það. Er það kaldi potturinn næst eða? Það er vel sveittir eftir þetta, sko. Það byrti alla umbytninguna, sko, sem maður hefur. Já, Herru Jökull, fyrsta spurning. Hvernig finnst þér þessi braut og á þessum bíl? Svona, Þetta er geðveikt, sko. þú ert alveg að elska þetta slæt. Já, hann er svo skemmtilegur þessi bíl, að maður nær að halda honum í þessu slip engul, sko. Þá getur maður pússað honum helviti vel, sko. Maður fyrir aðeins yfir það, sko. Það er svona, maður getur líka gripið hann vel, sko. Já, ég hef talaði um í útsendingu þegar þið eru að æfa ykkur að missa stjórn á bílnum og ná svo aftur stjórn á honum. Já. það er þannig sérstaklega, en það kemur fyrir. Það lítur þannig út sko, þeir eru allir að droppa inn í beigunar hérna með bílinn slætandi og svo allt í einu grípiði og farið ekki út í grassið eins og gaurið eins og ég gerða sko. Þessi braut og þessi bíl eru bara æði, sko. Þetta er upp á spílið minn í leiknum. Þetta var geggjað að hafa þetta sko. Bara, og hvað menn gátu eld lengi sko. Já, Alveg. ég gerði mistök að leyfa Jökli að verða pínu þægilegur hana. Ég var svo hræddur við Jóhann fyrir aftan okkur þegar við vorum að berjast þetta í byrjun að ég ákvað að reyna ekkert meira og slíti okkur frá Jóhanni, en svo sleit Jökull bara frá mér og ég náði hann bara ekkert aftur. En hvað Þið voru alveg í sérflokki, þið voru alveg í sérflokki strákar, þið voru einu strákar sem voru í 35 flokknum og þetta var gott bíó hérna framan að. Hvernig fannst þér ykkur þetta þróast svona, hvað hefur viljað gera aðeins betur eins og þú talar um og mikla ágjör af þriðja bílum, veist, hvernig hefur verið aggressívari Ólafur, gagnvart Jökli? Ég hefði verið aggressívari, já, og Jóhann hefði ekki verið svona nálægt, en svo komst hann aðeins í burtu þarna og á seinna stundinu var ég aðeins byrjað að saxa á hann, en svo gerir maður alltaf svona pínu lítil mistök á þessum bíl og það telur bara hálfa sekundu hvert, sko. Já, maður sá það að svona mátti ekki mikið gerast svona aukalega. Jökull er leiðilega stöðugur, sko. Sérstaklega út úr fjórðu beygju. Ég náði þér ekki út úr henni, sko. Nei, Ég er verið að fara fram á lyfjapróf á Jökul hérna. Svo fór ég að pússa í lokin og þá gerði ég bara fleiri mistök. Við erum á nákvæmlega sama hraða á þessum bíl, þannig að ætla að ná honum er alveg mikið strætlast ef hann gerir ekki mistök, þá bara... Já, það er þetta alveg rétt að það er engin munur á bílum og við vorum að fylgja svolítið með Gunnari og hérna Hauk. Sáu þið eitthvað, gátu þið eitthvað kíkt til hliðar? Nei, ég sá bara á mappinu, þá voru nokkrar örvar hana mjög nálægt hvort annarri. Gunnar sem sagt tók no-stop Já, ok. Já, og ég tók eftir því, hann... þeir skipti sko síðustu 3 beigjunum, þá náði Haukur fram úr og Gunnar tók aftur, svo tók Haukur fram úr aftur og Gunnar tók hann svo það munaði 0,098 þegar þetta var búið. Já, ok. Þetta var rosalegt sko. Það sem ég elska við hennar bíl, sko, það er bara þetta close racing. Já, bara að geta skipt svona milli. Hvað, þið voru ekkert að spá í ykkur svona að sleppa pitstop og... Nei, maður var alltaf að fara þú veist, maður var orðinn akkurat hvað, 5 sekundum hægara á þessu senustu 10 kannski, 10 hringjum. Stysta bit í leiknum? Herri, já, þegar ég kemur til pittinu þá er ekki nema 7,9 sekundum fyrir Óla, sko. Við vorum að tjekka á þessu, þetta var 11 sekundar pittur, svona give or take, en þegar mér langar að senda hérna hrós til þín Jökull, ég held að overtake þitt, þannig að utanverðu á Óla. Já, það var eiginlega move dagsins. Það var sturlað sko. Við vorum að horfa á þetta í beinni og segja nei, Jökull er ytri, þannig að hann hlýtur að gefa að þú hélst. Já, ég var heldur ánægður með það sko. Nei, og bara Hversu oft hefur gert þetta á æfingum, sko. hrós til að beggja. Það er svo auðvelt fyrir bílinn sem innri, það er bara rétt að kissa spegilinn, þá er hann fokinn út af. Þetta var alveg flott race moment hjá okkur. Já, Takk fyrir það. búin að vera mikið í þessu akkurat, bara svona door banging eiginlega bara í æfingum sko. Þetta var virkilega gaman.
síðustu 2 vikur. heldur betur sko. Já, það er komið líka svolítið harka í þetta hjá okkur. Nú finn ég á mér að það er komið hít á millingar. Ég heyri það alveg. Það er rosalegt bíf Það er sko. bíf. Það er varla að þetta hafi ykkur saman hérna, sko. Nei, Svo skiptust þið líka á söðustu hringi, fann það nokkar hringi í röð. Ég var alltaf bara, anskuti, Já. getum ekki leyft mér að hafa þetta. Þeir eru rosalega ringtími, maður. Það munaði minna en 0,1 sekundu á hraðastæringjum ykkar beggja. já, við vorum að skiptast á sko. Já, Þegar og sá þeir líka voru- Óla takar, ég alveg bara, ok, ég Já, verð þeir að voru- pússa, hann er að pússa núna. Og mér síndist að hafa verið hálf sekunda í hraðastæring hjá öðru keppendum. Og veist, Já, ok. Já, þið voru svolítið svona sér. Það er bara svo leysið í þessu. Við erum svolítið Já, búin að já. vera líka að leika okkur á þessum bíl svolítið mikið á alls konar brautum og hér og þar sko. Herðu, en strákar, núna er keppnanlega framöndan. Já, Það er loka keppni ársins, 2 tíma keppni. já, Er það bara æfingabúðir? Hvað tekur við núna? ég held það sko. Það Já. er bara, Allt undir. Verði bara svipað að það hefur verið, ja. Bara opið lobby flest kvöld og Þetta verður eitthvað bílun í loka keppni og vonandi bara að sem flestir stilli sig inn á YouTube-rásun okkar og fylgist með. Þetta verður veisla eins og ávallt. Norðslæfi er veisla, en með ykkur 2 þarna sama fremsta. bíl. Þetta verður geðveikt eitthvað, sko. já, heldur betur. Þetta verður alveg ekki sko. Það verður frábært. Já, herru, til hamingju með þetta, strákar. Þetta var bara Takk geggja fyrir það. Takk fyrir það, kærlega. Nú er bara kaldi báturinn og Ekki spurning. lásið niður. Það er endurheimt. Tekur við reynd, endur reyndi. Það er takk bara kærlega, strákar, Já, sömuleiðis. sömuleiðis. Við heyrjumst þetta tvær. og áfram Ísland. Áfram Ísland. Já, takk í kvöld. Yes, takk í kvöld. Takk fyrir. Herðu, kæri áhorfendur, ef við ekki bara segja þetta bara gott og Þetta er bara. þakka fyrir okkur. Brynjólfur vil þakka fyrir mig. Ég er Haukur, þakka fyrir mig. Bara sjáumst eftir 2 vikur. Stjóla. Verið sæl, blessi.